Komið sæl og að verið hjartanlega velkomin í Prjóna podcastið mitt númer 3. Ég heiti Elsa og ég er kennari, ég er mamma, ég er prjónkona og mér finnst ógeðslega gaman að tala um prjón. Og mér finnst vanta svolítið upp á svona íslenska framleiðslu á prjóna podcastum. Ekki að ég horfi mjög mikið á ensku en já, mér finnst eitthvað við að tengja íslenska málið inn í þetta. Þannig að vertu velkomin í Prjóna podcastið mitt, hvort sem þú ert að koma núna í fyrsta skipti eða hvort þú hefur séð hin myndböndin mín. Í dag ætla ég að tala svona 3,5 cirka kláru verkefni, nokkuð verk í vinnslu og heyrlega mikið af garðkaupum. Ég ætla að reyna, ég veit ég tala mjög hratt, ég tala ógeðslega hratt og hef bara alltaf gert. En ég ætla að reyna að vera aðeins duglegri í það tala hægar núna, bæði bara þannig að það sé betra fyrir fólk að hlusta á mig, af því ég veit að það gerist alveg að fólk á erfitt með að skilja af því ég tala svo hratt. En ég ætla að reyna að tala aðeins hægar og líka bara þá auðveldara fyrir mig að klippa myndbandið af því að þá er ekki jafn mikið að það er líka leiðilegt veður. Það er lokaður gluggarnir inni en það er mjög mikill vindur og sólin er að koma og fara og svona. Þannig að ef birtan breytist mjög mikið þá vonandi afsaka ég það og vonandi heyrist ekki í vindinum af því að glugginn er, eins og ég segi, lokaður og ég er með fínan míkrofón. Áður en við byrjum þá máttu endilega kommenta hér að neðan hvað þú ert að vinna í að meðan þú ert að horfa, hvort sem þú ert að prjóna, hekla, sauma eða bara hreinlega brjóta svona þvott eða gera eitthvað annað. Það er ótrúlega gaman að heyra bæði að því ég er mjög forvitin og það er líka bara alltaf gaman að fá innblástur. En fyrsta sem ég ætla að tala um er flíkin sem ég er í núna sem er líka klára verkefni frá þessum mánuði eða þessum 2 mánuðum þar sem ég er í raun og veru að gera núna maí og júní af því að gleymdist eiginlega að taka upp júní podcast. En þetta er sem sagt Marielle Blaus eftir Maria Sverden eða ég held hún heitir Maria Mogenstad, langar mér að segja, hún er norsk. En þetta er, sem sagt Marielle Blaus, þetta er ótrúlega falleg peysa finnst mér, þetta er svona gataprjón, heitir pointelle á ensku og skilst mér í alveg svaka tísku núna. En ég í raun og veru stal þessari hugmynd algjörlega af öðrum prjónapodcastara sem heitir Candid Knit, hún er frá Belgíu og gerir prjónapodcast á ensku og ég sá að hún prjónaði þessa peysu í þessu gati, í þessum lit og ég bara var gjörsamlega fangin. Þannig að ég stal þessu alveg frá A til Ö og hermdi alveg eftir henni. En já, ég er semst ótrúlega skotin í þessa peysu, ég er mjög ánægð að vera búin með hana og ég klára hana bara fyrir 3 dögum og ég er búin að nota hana 2 svar. Þannig að ég held að ég muni fá mjög mikið not úr henni. En þetta er semst, Marielle Blaus eftir Maria Sverden, það eru, mig langar að segja 6 eða 7 stærðir í henni. Ég man það ekki alveg í vikend en ég semst prjónaði stærð 3 og ég prjónaði hana úr Knitting for Olive Merino og Soft Silk Mohair, svona bæði litnum Dusty Rose, en þetta er svona, svona pínu, pínu kaldur litur. Ég veit ekki alveg, þetta ávist að vera í litapalettun minni. En mér finnst ótrúlega fallegu litur og hann breytir svolítið eftir í hvernig birtu maður í, hann er stundum meira fjólblár, stundum bleikari, eitthvað mér finnst það mjög skemmtilegt. En þetta er í fyrsta skipti sem ég nota bæði Merino og Soft Silk Mohairið frá Knitting for Olive og ég var ógeðslega spennt að prófa það því að það er bara allir að tala um þetta eitthvað í svona prjóna Instagram og YouTube heiminum og mér finnst það bara virkilega næs. Gaman að vinna úr því, gott að vinna úr því, ég lenti ekki í neinum vandræðum með því að prjóna en ég verð samt að segja að mig klæjar. Mig klæjar ekkert mikið en ég finn núna, ég er í bara hlýraból innanundir og ég er hérna á brjóstkassasvæðinu, sérstaklega við viðbeinunum að mig klæjar þar. Ég bara, ég veit það ekki, mér finnst einhvern veginn öll umræðan vera alltaf hvað þetta er
mjúkt móhair og hvað þetta klæjar lítið en ég ekki alveg að tengja við það. En ekki það, þú veist, ég get verið í þessu á hlýraból. Þetta ekki, mér klæjar ekki nóg til að taka þetta að mér. En þetta svona, já, ég myndi sannlega ekki gera þrengri flík úr þessu móhairi. En já, ég nota 200 grömm af merino og 115 grömm af móhairinu. En samkvæmt uppskriftinni hef ég notað 300 grömm af merino og ég svona, því ég veit ég breytti henni aðeins, ég stytti hana pínu en kannski 100 grömm að virði því það alveg 400 og eitthvað metrar. En já, ég gerði hana aðeins styttri og ég breytti stroffinu í svona hálfsnúið stroff eftir ég sá það á Instagrami hjá íslenskri stelpu og veistu, ótrúlega flott og fínt og mjög leiðilegt prjóna en það mjög fallegt. En ég gerði hana aðeins styttri bæði bollunum sem gerði ég ermarnar styttri og það sko síkkuð 6 eða 7 cm en ég kannski mætti af því að þau fara svona svolítið upp. En ég hefði kannski mátt síkka þær 1 munstur en þá væri það líka, þú veist, svona síðar sem ég veit ekki alveg hvort myndi fíla. Þannig að ermarsítin böggar mig ekki, það má bara vera svona. Ég prjóna hana á 4 mm og 3,5 mm fyrir stroffin. Maður á að nota 3 fyrir hálsmálið, ég sleppti því og prjónafestan 20 lykkjur í þessu gataprjóni. Og ég gerði prjónafestu sem hérna á korktöflunum minni en ég las leiðbeininguna vitlaust fyrir það og misskildi það eins þannig í staðinn fyrir að vera með þetta mynstur. Það eru með tvö svona blóm í röð en það alltaf prjónafestan fyrir ég neitt. Já, hvað get ég meira sagt þessa uppskrift? Það svona mjög skemmtileg, bara virkilega skemmtilegt að prjóna þetta. Maður var alltaf einhvern veginn í bara svona, 1 mínútur viðbót. Og eina þú veist að mér var alveg illt í höndunum eftir mjög langan tíma að prjóna hana af því að þetta er alltaf gataprjón, þannig að maður var einhvern veginn alltaf svona að beita sig vitlaust. Já, ég var í 41,5 klukkutíma að prjóna peysuna yfir alveg ágætlega langan tíma. Ég fitjaði upp á henni, mig langar að segja að fitjaði upp á henni í apríl, ég gæti verið að bulla því. En hún var mjög lengi bara með bakstykkið og eitthvað svona og síðan leið ég búin að tengja í hring að þá fekk ég svaka orku og ég bara gat ekki lagt hana saman. En ég kláraði hana mjög hratt eftir ég tengdi hringinn og árið líka komið sumarfrí og ég bara gat ekki hætt fyrir hana. En já, þetta er Marielle Blás eftir Maria Sverten, prjónaður Knitting for Olive, soft silk mohair og merino í Dusty Rose og ég elska hana. Þetta er fyrsta kláraða verkefni mitt og það sem ég er í núna. Síðan prjóna ég eins og önnur hver prjónakona á landinu Skjól eftir Tiny Viking, annarkvort í samstarfi við Kvennaathvarfið eða fyrir Kvennaathvarfið fyrir herferðina Rjúfa munstrið. Og ég verð alveg að viðurkenna að ég ætlaði ekki að prjóna þessu uppskrift. Ég sá hana og ég hugsaði alveg já, þetta er geggjað. En ég bara meika ekki ef ég gat sem þessar strops og ég get það engan veginn. Þannig ég vissi að ef ég myndi prjóna peysuna þá er hún aldrei notuð og það myndi bara svolítið defeats the purpose að prjóna peysu í herferð ef hún myndi aldrei vera notuð og sýnileg. En síðan sá ég á Instagram að Fanney sem er eigandi Vetrargats postaði á Vetrargat Instagramið að þetta gatt sem ég notaði fók væri fullkomin gatt í peysuna og ég einhvern veginn, það þurfti ekki að segja mér að þau vissar. Ég fór að pantaði gattið strax og já, þetta einhvern veginn tók yfir. Ég var ógeðslega lengi að þessu, ég er mjög hæg í litarprjóni, ég er mjög óvön í litarprjóni og ég þurfti líka að rekja upp einu sinni að því að prjónafestan mín var alltof þröng. En já, þetta er þetta Skjól og ég set líka sennilega svona b-roll að öllu sem ég prjóna á mig sem ég get mátað, þá ætla ég að reyna allavega að setja svona þannig að sést betur hvernig það passar og bara svona heildarsniðið og alls konar. En þetta já,
skjól eftir Tiny Viking. Ég prjónaði hann í stærð small medium úr sem sagt fog frá Gap og Wool. Það er mjög áhugavert garn. Ég er með okkur hérna. Ok, þetta er græn dokka, það vonandi afsækja það. En þetta er sem sagt Gap Wool fog og þetta er svona bómullargöng. Þetta er sem sagt 44% píma bómull sem ég veit ekki alveg hvað þér en það er bómull. 28% baby alpaka og 28% meirnávill. Og ok, það var að koma sko mýjandi rigning en vonandi heyrist ekki í henni. Þetta virki ekki bátjét. Já, já. Um, en já, það er svona bómullargöng sem sést kannski vel á þessu garni af því að það er dökkgrænn og sést sem sagt ljósi liturinn, hvíti, það eru bómullargöngin. Og síðan er baby alpaka og merino-garnið svona blási í gegnum það sem myndar þetta loftkennda og fluffy og mjúka garn. Og þetta er virkilega mjúkt og ótrúlega næs. Þetta er sem sagt, það er 125 metrar í einum svona og það eru 150 metrar í Drops Air minnir mig. Þannig að það þarf aðeins meira af þessu garni. En ég notaði samt bara sko, ég keypti 9 dokkur af gráa garninu og 6 dokkur af fjólubláa, bara samkvæmt uppskrift. Ég breytti tölunum, þú veist, ég umreiknaði hvað ég þurfti mikið. En ég á ennþá sko óheyrilega mikið að garna eftir. Ég notaði 222 gram af gráu og 143 gram af fjólubláu. Þannig að já, ég á alveg slatt að garna eftir sem ég mun segja frá bara í lokin því ég tala um það græna garn. En já, allavega, þetta er mjög gott garn og mér klæjar ekkert úr því. Ég nota hana mjög mikið í göngutúrum af því ég á sem sagt 15 mánaða strák og við förum alltaf á morgnana út að hjóla með hana. Hann á svona globberhjól og þá sem sagt löbbum við og hann hjólar. Og ég er búin að nota þessa peysu mjög mikið í þá göngutúra og hún er ótrúlega hlý og góð og hún er bara æðisleg. Ég einhvern veginn því ég valdi litina því að hún er pínu svona, þú veist, það er ekki mikill litamunur á aðal og aukalitnum og ég ákvað að gera það af því að, þú veist, ef ég myndi velja, þú veist, rauðan og svartan eða eitthvað, þá myndi ég bara ekki nota hana og það aftur svolítið svona defeats the point. En síðan postaði ég þessu bæði umræðu síðuna fyrir þetta og handóði prjónarar og það var einhvern veginn kommentaði og ógeðslega flottu punktur sem ég hugsaði ekki út í og gerði ekki viljandi. Þú veist, að þetta er rjúfumynstrið, þetta er tengt kvennaðhverfinu og heimilisofbeldi og ofbeldum í samböndum og öllu þessu. Þú veist, það er alveg hægt að líta á þetta sem að þetta séu svona falin munstur og dulin munstur og eitthvað svona sem finnst ógeðslega flottu punktur einhvern veginn og núna er ég náttúrulega, já, það var planað því að mér. En nei, mér fannst þetta bara fallega litir. Já, eins og ég segi, ég prjónaði stærð small medium. Ég notaði 4 mm fyrir stroffin eins og var sagt í uppskriftinni en ég notaði 6 mm fyrir peysuna sjálfa og ég var samt alveg sko 1,5 lykki frá prjónafestunni af því ég átti ótrúlega erfitt með að ná prjónafestu. Ég var samt ekki að prjóna eitthvað bilagslega fast fannst mér en mér skilst bara að hún sem hannaði þetta prjónaði mjög laust. Þannig að mér skilst þetta sé mjög algengt vandamál að ná í prjónafestunni. En ég er mjög ánægð með þessa peysu. Það fóru sko 33 klukkutímar í hana sem er ekkert bilagslega mikið miðað við hlutina. En ég gerði hana eins og sést kannski hérna og líka í bírólinu. Ég gerði hana svolítið cropped. Sem er bæði af því að ég var bara komið ógeðslega mikið ógeð. Oh my god, ég var að missa viljan fyrir verkið. Ég var gjörsamlega að verða brjáluð á þessu. Nei, ég gerði það smá cropped en ég var líka bara, hún var komin niður fyrir buxurnar mínar. Ég er alltaf í uppáðum fötum. Ég er aldrei, allar buxurnar mínar passa í ofan nafla. Þannig að ég hugsa með mér, þú veist, hún má alveg vera smá cropped. Ég breytti ekki miklu. Ég setti hérna fjólublátt
Davíð gerði sem sagt eina umferð í stroffinu með fjólubláu, felldi síðan af með fjólubláu á öllum 3 stöðum og ég gerði mikið minna hálsmál og ég prjónaði niður, eða saumaði niður í lokin. Ég er mjög ánægð með það, það er kannski mátt vera aðeins hærra, en ég er samt mjög ánægð með það, ég fíla ekki svona uppátt, þannig að mér finnst þetta mega næs. Já, ég ætla að segja ekkert mikið meira að segja frá þessari peysu. Það er náttúrulega, þú veist, það er, þú veist, ef að þú hefur prjónað þessa peysu eða ert að prjóna þessa peysu eða hreinlega ert í Facebook-hópnum fyrir þessa peysu, þá er búið að vera mjög mikið í umræðunni, þú veist, með uppskriftina og alls konar og maður svona velti fyrir sér, ég er ekki prjónaður, ég er ekki markaðsstjóri fyrir eitt eða neitt, en maður svona velti fyrir sér hvort það hafi verið gert í flýti, af því það voru, þú veist, þó nokkrar villur í uppskriftinni, hún var sannarlega ekki pröfuprjónuð og bara svona alls konar, þú veist líka, ekki að við búum á Íslandi og það er skítaveður náttúrulega, en mér fannst pínu áhugavert að setja út ullarpeysu þegar sumar er að byrja. Í staðinn fyrir að, þú veist, gera það um haustið þegar maður kannski er meira not fyrir hana. En aftur á móti, búum á Íslandi, skítaveður alltaf alltaf útilegur og svona, það er kannski annað mál. En allavega, þú veist, þetta er frábært framtak og það er ógeðslega mikið af fólki að taka þátt í þessu sem er náttúrulega bara æðislegt og ég held að sé ekkert annað verkefni jafn glæsilegt hvað varðar herferðir á Íslandi og eitthvað svona heldur en þetta. Þannig að, þú veist, þetta er frábært og ég óska bara að það hefði kannski verið aðeins meiri vinna á bak við peysuna sjálfa. Næsta klára verkefni er verkefni sem að ég var búin að tala um hérna síðast og þar síðast, ef ég man rétt. Það er þessi Bamse sweater eftir Petite Knit. Þetta er 3. Bamse sweater sem ég prjóna og þetta er bara virkilega einföld laska peysa og það ásnast að vera bámsandlit á því, ég sleppti því af því að mér finnst það ekki alveg passa við þetta. Þetta er sem sagt í stærðinni 1,2 g. Ég veit ekki alveg hvort hún sé lítil eða hvað, en já, skiptir ekki öllu máli. Ég prjóna þessa með prjónum eða 4 mm prjónum í búkinn og ermarnar og síðan 3,5 í stroffið. Prjónafestan fyrir þessa peysu er sem sagt 21 lykkja á 4 mm prjóna. Ég gerði ekki prjónafestu pröfu af því að ég einhvern veginn fyrir barnaföt þá svona, skiptir ekki öllu máli, en mér langar ótrúlega mikið að gera prjónafestu bara fyrir vegginn minn hana sem er, já, svolítið pointless núna því að ég er búin að prjóna. En þetta er sem sagt prjónað úr Sunday Dark Sky Blue sem er hætt í framleiðslu held ég alveg pottþétt eða bara hætt í sölu á Íslandi. Og síðan er Hex Dyeworks Mohair með í litlum brjóstsykur og það gefur þessu svona ógeðslega mikið líf og ég er ótrúlega ánægð með Mohair. Ég keypti það semst á Garnival og ég er mjög ánægð með það. Blái liturinn svona aðeins yfirtekur, þú veist það væri skemmtilegra með ljósari gatan undir, en ég er samt bara ótrúlega skotin í þessari samsetningu. Ég notaði 140 g Sunday eða rétt undir 3 dokkur og 37 g Mohair. Ég keypti 2 dokkur fyrir peysu, veit ekki alveg af hverju, en þannig já, eða dokku hespu, já, sem sagt eina 50 g hespu eftir og síðan restina þessari. En ég ætla að prjóna buxur í stíl úr ljósu gatni, þannig að það verður með svona eins blæbrigði í því. Já, ég hefur ekkert eitthvað bilarslega mikið að segja þessa peysu, þetta er bara einföld laska peysa, þetta er, ég er búin að nota hana mjög mikið, hún er ótrúlega fín í hjóltúrun okkar. Ég lenti í pínu vesinni með stuttumförunar, hérna, ég veit ekki alveg hvort það sést almennilega, þess að ein lykkja hérna, ég held að sé síðasta stutta umferðin sem ég prjónaði og ég veit ekki alveg hvað ég gerði, hvort ég hafi tósað of lítið eða of mikið eða hvað, en það er pínu gat þarna, en þú veist,
honum alveg sama, hann er 15 mánaða, mér er alveg sama, skiptir engu máli. Já, ég var í 9,5 klukkutíma að prjóna þessa peysu. Ég tók hana mjög mikið með mér í vinnuna. Prjónaði hana þegar við vorum mjög mikið úti í lok skólaársins af því ég er kennari og það var mjög gott að prjóna hana úti bara með þau voru að leika sér. Og já, mjög mikið notuð ennþá, mjög falleg, hún er ekkert byrjuð að prjóna flósinn upp úr henni, nei, neitt svoleiðis. Og það er að ég kem aftur á þetta síðar því ég tala um það sem ég er búin að vera að kaupa garni og svona garnhlutum. En ég keypti svona merki til að setja í peysunar og fjalla meira það seinna, bara benda á það núna því ég er með þetta fyrir framan mig. Ok, síðan er ég með svona næstum því klára verkefni. Ég er búin að prjóna hana, ég er búin að fjalla endana. Ég á bara eftir að leggja hann til eða þúa hana. Það er sem sagt þessi Holger sweater líka eftir Petit Knit. Þetta er alfarið prjónað úr afgöngum. Þetta er sem sagt Drops Merino Extra Fine. Þetta er sem sagt litirnir ljósgulur, snefsgulur, síðan er þetta hérna tvennt salvíugrænn og þetta er skógargrænn. Já, skógargrænn. Þetta er sem sagt afgangar af jólapróni sem ég gerði og já, ég er bara ótrúlega skotin í henni. Hann er mjög svona einföld en mjög sæt einhvern veginn og hefur henni vært mjög mikið að segja þessa peysu. Hún er prjónuð á prjónum 4 mm, 3,5 stroff, bara alveg svo bamsi peysa. Nema prjónafestan er 22 lykkjur á 4 mm prjóna. Þetta er sem sagt svona, ég veit ekki alveg af hverju hann brettir sér alltaf upp stroffið næst, en það fyrir mánuði því þvægina. Já, ég á sem sagt fyrir einni svona peysu viðbót allavega í afgöngum. Það verður mjög litskrúðug peysa, það verður grá peysa sem sagt í aðallit með síðan bara öllum litlu afgöngunum sem ég á því ég á 5 grömm af þessum ljósgula ennþá og eitthvað svona. Þetta sem sagt eru þau 4 verkefni sem 3,5 verkefni sem ég er búin með á síðustu 2 mánuðum. Ég er með 3 verkefni í vinnslu, svona eiginlega 4. Ég er búin að vera með 1 verkefni á prjónunum síðan í febrúar held ég, sem ég ætla að klára núna í júlí. Það er eina markmið mitt í júlí, það er að klára það verkefni. En ég semst með 3 verkefni í gangi sem er komin mislangt. Þau eru hér, ég ætla að segja ykkur frá þeim. Fyrsta verkefnið sem ég er með, það er þessi Blouse No. 1 Light eftir frá My Favorite Things Knitwear. Ég er svona erfitt að sýna hana og ég ætla að reyna að setja ykkur bara svona b-roll að mér að máta hana. Hún er vissulega ekki tilbúin en það kannski sést aðeins betur. Ég á eftir að prjóna, ég held ég á búin að ákveða að prjóna 5 umferðir viðbót og fella síðan af. Ég er bara komið með lengdina sem ég vil. En þetta er ótrúlega skemmtileg skrift, þannig mjög fljótprjónuð líka. Ég er alveg búin að vera bara sjúk í að prjóna hana síðustu daga. En þetta er, eins og ég segi aftur, ég veit ekki alveg hvað þetta heitir í íslensku. Þetta er einhvern veginn blanda af saddle shoulder og continuous shoulder uppsetningu, uppbyggingu á peysu. Byrjar sem með bara 2 lykkjur í öxlinni og síðan eykur út á þannig máta að það myndast svona bein lína niður og svona, hvað er þetta, sleeve caps held ég á ensku. Ég verð að viðurkenna það að ég er ekki með besta orðaforðann minn í prjónamáli á íslensku, en ég er að reyna að bæta mig. En ég er sem sagt að prjóna þessa peysu á prjóna númer 6 og það hefur fyllt með að segja hvað þetta er fljót prjónuð af því að hver lykkja er náttúrulega stór. En ég er sem sagt að prjóna, prjóna númer 6 eða 6 mm prjóna með 2-földum þræði af Baby Silk Yak, hérna frá Gabby Wool. Þetta er liturinn lavender og ég er að taka hana bara bæða með frá sem er mjög þægilegt. Prjónafestan er 15 lykkjur og 19 umferðir og ég gerði prjónafestupröfu. Mín var 16 lykkjur og 22 umferðir og ég einhvern veginn ákvað að segja bara að skipti ekki máli, mér fannst munurinn ekki nógu mikill til þess að gera eitthvað í. En ég er sem sagt að prjóna stærð medium
og já, ég er ógeðslega spennt fyrir þessu og ég er búin að vera að máta hana og máta hana og máta hana af því ég er svo spennt og þetta er svo mjúkt að ég get ekki beðið eftir að þetta sé tilbúið. Og ég var meira að segja að tala um það að miðað við hvað ég er ánægð með hana núna, þá er ég ótrúlega spennt að prjóna hana í fleiri litum í þessu hérna gagni og þú veist, einhverju svörtu og eitthvað svona þannig að maður á svona meira casual. En já, ég einhvern veginn ég verð svo miklu í sjokki þegar ég hugsa til með hvað mér þykir ótrúlega vænt þetta gagn, sem sagt Baby Silk Jack frá Gabon Wool af því að ég hafði ekki hugmynd að þetta gat væri til fyrr en að Fanney sem sagt eigandi Vitragats sendi mér skilaboð fyrr á Instagram og spurði hvort að ég vildi fá það var sem sagt ég talaði um það í fyrsta podcastinu mínu og í síðasta podcasti fyrir að hún gaf mér sem sagt gagn í Amy Sleepover sem ég kláraði í síðasta podcasti og meðal annars var það Baby Silk Jack og ég kolféll fyrir þessu gagni, ég elska þetta gagn, ég er búin að kaupa mjög mikið af þessu gagni síðan þá af því að þetta er bara það mjúkasta sem ég hef snert. Þetta er eitthvað grín, þetta er svo mjúkt. En þetta er blanda sem sagt, ég man ekki nákvæmlega verður hérna á skjánum. En þetta er bara ógeðslega mjúkt og ég mæli svo mikið með því að fara í búðina hjá Vitragatni og Kyrrðnitt hérna á Akranesi og prófa að snerta þetta af því þetta er ótrúlega mjúkt og gott. Síðan er ég með hérna verkefni sem að ég talaði um í síðasta prjónapodcasti að ég væri að fara að fitja upp á. Þannig ég talaði um það sem svona eiginlega verkefni í vinnslu en samt ekki af því ég var náttúrulega ekki búin að fitja upp á því. En þetta er sem sagt activity sweater eftir Thelmu Steinmann. Man aldrei hvort það sé Steinmann eða Steinmann. Ég held að það sé Steinmann. En já, þetta er sem sagt uppskrift frá henni. Ég er að pröfuprjóna hana og hún er prjónað mjög litla prjóna þannig að það er ekkert mjög mikill metnaður hjá mér, ég viðurkenni það. Ég sem sagt, já, er hérna á seinni erminni og síðan á ég eftir að prjóna þetta er svona dúllir í fikt peysa byggt á Busyboard pælingunni ef ykkur þekkir það. En það eru sem sagt alls konar skraut, það er vasi hérna og það er vasi aftan á og það eru göt hérna sem sést ekkert mjög vel sem að kemur snákur í gegn og þú veist, þetta verður bara alls konar dúllir í og ég er mjög spennt að sýna það þegar hún er tilbúin. Hún sést ekkert mjög vel svona. Hún er prjónuð á sem sagt 3 millimetra prjóna í búkinn og 2,5 fyrir stroff og mér finnst bara leiðilegt prjóna og litla prjóna. Þetta er já, alveg búið. Þetta er prjóna úr Fine Organic frá Thelmu, þetta er í sem sagt litnum Gunther og síðan er ég að prjóna líka úr mínihespum frá henni í sama beysi, það er sem sagt til dæmis þessi blái og síðan kemur annar litur hér og annar litur í snákana og eitthvað svona. Ég veit sem sagt að rekja upp allan bókinn undir ermarnar, þannig ég er búin að vera að prjóna þetta í 17 klukktíma með því en það er náttúrulega bara partur af því að pröfuprjóna og það er eitthvað sem maður veit að gæti gerst þegar maður tekur á sér að pröfuprjóna þannig að það skiptir í raun og veru engu máli. En ég er mjög spennt að klára hana. Ég á eftir að ákveða hvað ég ætla að gera við þennan vasa á bakinu. Ef ykkur eru að fylgja mér á Instagram þá kannski séð að ég postaði í story varðandi það að það eru sem sagt 3 vasar á peysunni. Þar af er þessi vasi sem lendir á bakinu. Og ég var eitthvað svona búin að hugsa út í þetta, þú veist, hvað ég ætti að gera því að, þú veist, ég er að prjóna þetta í 2 til 3 ára stærðinni og ég var ekki alveg að sjá tilganginn með vasa á bakinu og ég veit ekki, þú veist, ég á eftir að heyra í Thelmu, ég veit ekki hvort það sé bara villa í minni stærð að þetta lendi á bakinu eða hvort það sé hreinlega bara hönnun að hafa eitthvað á bakinu, það getur líka vel verið. En þetta er sem sagt, já, activity sweater, 17 klukkutíma komnir, sennilega alveg svona 7-8 klukkutímar eftir ef ég ætla að vera alveg hreinskilin. Þannig að, já, ég þarf að vera búin með hana fyrir lok júlí, þannig að það er mánuður til stefnu, það er 1. júlí í dag, 2. júlí í dag. Þannig að, já, það er alveg góð tími til stefnu en ég þarf að fara að halda áfram. Síðan er ég með nýjasta verkefnið mitt, ég fitjaði upp á því bara í gærmorgun af því að ég var svo spennt. Ég geymaði sem sagt hérna í poka sem að Anna frænka mín saumaði handa mér
Það verður mjög erfitt að sýna þetta, af því þetta er mjög lítið og flækt greinilega. Þetta er sem sagt hérna þetta lítur út eins og þetta sé sundföt á barn, sko. Þetta verður að Marielle Top sem er sem sagt í sömu línu og hérna Marielle Blás eftir Maria Svörden. Ég er mjög stutt komin, þannig að það er erfitt að sýna þetta og þetta er líka á allt of stuttri snúru, þannig að þetta er mjög þröngt hérna á. En þessi uppskrift sem sagt var að koma út og ég er búin að bíða svo spennt eftir þessu uppskrift í nokkrar vikur, þannig að ég varð að fitja upp og ég átti akkúrat afgangsgagn í þetta. En þetta er sem sagt Knitting for Olive, Cotton Merino í litnum Artichoke Purple sem er sami gagn og ég var með í hérna, oh my god, hvað heitir bólurinn? Ég er alveg glataður með hvað bólurinn heitir sem ég sem sagt var að prjóna og talaði um í síðasta prjónapodcasti. En ég átti akkúrat 100 g í afgang og það eru 100 g í uppskriftinni minni. Þannig að ég bara gat ekki beðið og ég ákvað að láta allt annað bíða í gær á meðan ég fitjaði upp á þessu verkefni. Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er prjóna reyndar líka á 3 mm prjóna, því miður, og 2,5 líka, því miður. En 2,5 mm eru bara notaðir ef maður á rétt fyrir strappann og síðan þennan part hérna á bakinu. En maður prjónar sem sagt mjög leiðilegan part hérna og ég var held í grínlaus klukkutíma í gær. Síðan prjónar hann niður, þetta eru 5 umferðir og prjónar hann niður þannig að það myndast svona, já, ég veit ekki alveg hvað maður myndi kalla þetta. En síðan setur maður í lokin teygjutvinna inni og þetta er sennilega bara eitthvað upp á að halda góðum structure, sem er mjög fallegt íslenskt orð. Já, ég hef í raun og veru ekkert mikið að segja því ég er svo stutt komin, en ég er svo ástfangin af þessu. Það er tvær mismunandi típur af þessum bólu. Ég set bara myndirnar því ég get augljóslega ekki mátað hann. En það er bæði beint bólur sem ég ætla að gera bara upp á gaddmagn og síðan líka svona lítið peplum á ensku, það sem pínur svona kemur svona út frá mittinu, mjög fallegt. Og já, mig langar alveg líka að prjóna annað þannig, en við ætlum að sjá hvað situr þegar ég er búin með einn svona ból og 3 mm prjóna, af því eins og ég segi, mér finnst það mjög leiðileg prjónastærð. Það er bara komnir 4 klukkutímar í þetta verkefni. Ég fitja upp bara í gær morgun og já, mjög spennt fyrir þessu og ég er með klæjar alveg í puttana, mig langar svo að halda áfram. Ok, þá er komið að garnkaupum og prjónatengdum kaupum síðustu 2 mánuði. Ég verð alveg að viðurkenna það, ég var alveg að íhuga hvort ég ætti hreinlega að sleppa þessu af því að ég skammast mín alveg pínu fyrir hvað þetta er mikið. En á sama tíma þá er allt sem ég keypti með mjög skýrt plan og ég keypti ekkert gagn bara til að kaupa gagn og ég keypti engan prjónahlut bara til að kaupa. En á sama tíma ég er ekki að reyna að styðja við að maður þarf að eiga mikið af gagni, maður þarf að eiga mikið af hlutum. Þannig að mig langar alveg að segja svona, þú veist, ég er ekki að styðja undir svo mikið gagnkaup. Þetta er alveg óskynsamlegt og guð minn almáttugur. En já, eigum við að vinda okkur í þetta. Ég ætla að byrja á því að segja ykkur frá það sem ég keypti á prjónahelginni á Blönduósi, prjónagleðinni á Blönduósi. En ég fór sem sagt með mömmu og frænku minni og við vorum upp í sveit af því að ég er sem sagt frá Blönduósi. Kannski ég byrja bara á því að segja ykkur frá það sem ég keypti sem er ekki gagn. Það keypti ég með sem sagt þessa redesigned prjónahulstur. Ég er búin að vera í ógeðsmiklu basli með að því á Seiko prjóna, svona útskiptanlega. Ég er búin að vera í ógeðslega miklu veseni með hulstri að því og bara ótrúlega leiðilegt og eitthvað svona, þannig að ég er búin að vera að leita að nýju hulstri og ég var að tala við eitthvað sem mældi með þessu og ég ákvað bara að kaupa og ég er virkilega ánægð með það. En þetta er semst fyrir svona útskiptanlega prjóna, opnast hérna alveg risastórt, en hérna er semst með alla snúruna mínar
og þetta er ekkert bilaslega vel skipulagt eins og er, en ég er með bæði small, medium og mini snúrurnar mínar og ég er með málband sem ég reyndi að nota aldrei af því ég er alltaf með svona útræðanlegt. Ég er með nálar og hérna eru síðan allir prjónarnir mínir. Síðan er semst vasi hérna og hér er ég með sokkaprjónana mína sem eru reyndar ekki sokkaprjónar heldur svona fastir hringprjónar. Og ég geymi það bara hérna í vasanum og síðan eru svona litlu vasar fyrir prjónamerki og eitthvað. Og ég er mjög skotin í þessu og ég er ótrúlega ánægð með þessi kaup. Eina sem mér finnst að ég þurfi að gera er að mig vantar einhvern veginn límmiða eða eitthvað svona hita á festu dót eða eitthvað til þess að merkja hvaða prjónastærðir eru hvar. Ég er alveg ágætlega góð í að telja út, þú veist, þannig þarf ekki að kíkja hvern einasta, en það væri náttúrulega bara fljótlegra að Ok, ef ég byrja bara á því að tala um hvað mamma mín var virkilega fyrirmynd og náði að sannfæra mig að kaupa garn. Þá sem sagt keyptum við saman ekki saman, við keyptum eins mismunandi leyti í peysu að við sáum sem sagt að þetta er today a feel garn og við sáum að þær sem voru básinn, það voru í svona peysu ból sem er sem sagt prjóna úr þessu og við keyptum uppskriftina og vorum bara ógeðslega spennt fyrir því og það er aðeins búið að dvína hjá mér hvað ég er spennt fyrir því. Þetta er bara mynd af uppskriftunum sem ég ætla að tala um af því að allt garnið er með uppskriftir í huganum, ég set mynd hér. En ég keypti sem sagt 2 mohair hespur búnar myndar upp augljóslega. Þetta er liturinn Calm, ótrúlega fallegur fjólublár, virkilega sætur og sem sagt til þess að vera með í þessum ból er þessi litur sem heitir Relaxed, mjög skemmtileg nöfn á svona róandi fjólubláan. En já, það er aðeins búið að draga úr mér hvað mig langar að prjóna, þú veist, þessa bólpeysu sem ég set mynd af hérna. Þannig ég hugsaði, þú veist, ef að ég er í alveg hætt við þá á ég alveg mohair blúsur sem ég get prjónað á mohairinu, síðan er þetta sokkagarn sem er þetta prjóna sokkar sem er alltaf gott, ég á eftir að augljóslega eftir að mynda þetta upp. En þetta voru sem sagt svona auka kaupin sem ég gerði á prjónagleðinni. En síðan plönuðu kaupin mín, gaddkaupin mín, var sem sagt 100 grömm af mohairi fyrir Sadie Top. Og ég vissi að mig langaði í eitthvað svona græna lit og ég var búin að ég labbaði föstudaginn að kíkja og ég ákvað að hugsa máli. Ég tók mynd af garninu sem ég var að skoða og ég ákvað að hugsa máli. Síðan daginn eftir fór ég aftur og þá var búið að kaupa uppáhaldslitinn. Sem er náttúrulega bara á mér, ég hefði átt að kaupa hann, þú veist. En það er bara þannig. En ég fann þennan lit. Þetta er sem sagt alveg dökk grænn og heitir sem sagt Good Omen frá Vatnsnesjarn. Þetta er mohair lace frá henni. Og já, ég er mjög spennt í að prjóna Sadie Top úr þessu. Ég ætla að fitja upp á því leið og ég er búin með blásambúan. Nei, já, mjög spennt fyrir þessu. Ótrúlega sætur litur og já, bara æðislegur. En já, síðan eftir að fórum heim á prjónagleðinni á sunnudeginum, þá fór ég og mamma á opnunarveisluna hjá Vetrargarn og Kyrrsnið sem var sem sagt að opna svona sameiginlega, þetta er sikkur búðin í sameiginlegu rými hérna á Akranesi og ég var ótrúlega spennt fyrir þessu og ég og mamma fórum saman og ég keypti sem sagt ég keypti 2 svona dokkur fyrir topp, svona bralett. Þetta er sem sagt Mellow eftir Ullen Yarns og þetta er extra fine merino ull og sem kasmír og ég man ekki alveg, mig langar að segja heitir Cloud Bralette toppurinn sem mig langar að prjóna en það kemur aftur mynd að þetta hér og þetta er svona glæsilega fallegur grænn og ég var með strax í huga að þetta gæti verið ótrúlega fallegt, þú veist, undir Sadie Top, af því að Sadie Top er náttúrulega mjög gisinn og mjög gegnsær en mér finnst það hljóma ótrúlega vel og ég er bara mjög spennt fyrir þessu en ég ætla sömuleiðis að fitja upp á þessu á sama tíma af því að þetta er, þú veist, þetta er
bara lett, þetta er toppur, maður er ekki lengi að prjóna. En þetta er sem sagt það sem ég keypti á prjónagleðinni og þá um helgina, en ég fór síðan daginn að kaupa meira gagn hjá, Bitrugarði. Ég fór í búðina, við sem sagt tókum hjóltúr, og löbbuðum þangað. Ég fór þangað til þess að kaupa þessa dokku. Þetta er Gabagool Fog og það er af því ég ætla að nota afgangana af gráa gatinu mínu til þess að prjóna risaeðlupeysu á strákinn minn sem set mynd af hér og já, mér vantar sem sagt þá eina svona við. Ég hugsaði alveg að nota fjólubláa en það er bæði ekki nógu mikið kontrast í því finnst mér og líka bara risaeðlar já, voru sannlega meira grænar heldur en fjólubláar. En ég keypti líka og hérna erum við komin í óskynsamlega mikið garnkaup. En ég keypti efni í 3 peysur. Já, haldið ykkur í. Nei, ég keypti þetta líka. Vá! Pælið ég var búin að kaupa mikið gagn og búin að gleyma eitthvað að kaupa. Allavega. Ég keypti þetta líka hérna á prjónagleðishelginni. Þá keypti ég sem sagt 5 svona dokkur. Þetta er Fine Merino Wool frá Gabagool. Hvað heitir þessi litur? Fine Merino Grey Blue. En ég keypti þetta sem sagt til þess að prjóna hæðir peysa eftir Fanny Knits. Ég prjónaði hæðir ungbarnapeysan fyrir hana þegar hún kom út og mér finnst bara ógeðslega skemmtilegt mynstur. Ég er búin að vera að hugsa geðveikt lengi um það að prjóna barnapeysuna og mér fannst bara kjörtækifæri að fara í búðina hjá Fanny og kaupa gagn í peysuna eftir Fanny. Þannig ég fitji upp á henni einhvern tímann. Fljótlega vonandi af því ég er mjög spennt fyrir þessu. En þetta er sem sagt sá litur, hann er mjög sætur og já, mjög spennt fyrir henni. Ég keypti 5 dokkur sem ætti að vera nóg í 2-3 ára stærðina, ef ég man rétt. En þá er ég komin að stóru gagnkaupunum mínum. Ég keypti efni í 3 peysur, 2 fullorðinspeysur og 1 barnapeysu. En ég er búin að vera ógeðslega lengi að reyna að sannfæra kærastann minn að leyfa mér að prjóna peysan. Hann er mjög lítið svona prjónaflíkamaður af því að hann er með mjög viðkvæma húð og hann á ótrúlega erfitt með eiginlega allt móhair og alla ull og alla svona. Þannig að ég er bara búin að bíða eftir tækifærinu í að finna eitthvað sem hann þolir og baby silk jakkið er eitthvað sem hann þolir. Þannig að ég nýtti heldur betur tækifærið og gerði síðan daginn þegar var 10 ára afmælið hjá Petite Knit og það var 2 for 1 eða 2 fyrir 1 af uppskriftunar. Þá keypti ég sem sagt Zipper Sweater Light, bæði karlaútgáfan og síðan barnaútgáfan. Og við fórum saman í vetrargarð og hann valdi sér sem sagt þetta kombó alveg sjálfur. Þess maður geta að þetta er nákvæmlega sama og ég prjónaði Amy Slipover úr, sem er bara besta mál. Það er kannski verið skemmtilegt að prófa eitthvað nýtt kombó en allt í góðu. Og ég sem sagt keypti alveg sko haug að þessu þannig að það er í sem sagt bæði barnapeysuna og fyrir kærastann minn. Þannig að þetta er í 2 peysur en ég er mjög spennt og já, ógeðslega sætt. Síðan keypti ég líka peysu handa mér og ég var að spá í fyrst að gera Zipper líka bara fyrir mig en mér langaði pínu meira drama, mér langaði pínu meira svona skemmtilegt. Þannig að ég ákvað að gera Dagmar Zipper handa mér og keypti sem sagt í það þessa hérna kombó. Þetta er Fine Merino Wool og Mosilko frá Gabagool í litin Terra Brown, bæði tvennt. Og já, ég er ótrúlega spennt fyrir þessu. Já, veit að ég var að fá hérna, ég er með tölvun mín hann í skjáin minn. Ég var að fá tilkynningu að síminn minn er að deyja. Þannig að ég ætla að sleppa bara tölvubókina mína. Þó svo hún hafi verið mjög skemmtileg. Segja eitthvað frá henni næst. Og ætla bara þá hér og nú að segja takk kærlega fyrir að eyða síðustu mínútum með mér, hversu margar sem það voru. Takk kærlega fyrir að hlusta á mig. Og já, bara endilega
skipta eftir komment hvað varstu að gera með hann. Endilega gefa myndbandinu like ef þér líst vel á það og fylgja mér hérna neðan eða fylgja mér á Instagram og bara, já, takk kærlega fyrir mig og við sjáumst aftur seinna. Bye.